Þá tel ég rétt að gefa frambjóðendum til formanns Fáks orðið og ég tel rétt að gera það í stafrófsröð. Þannig að ég gef Hirti Bergstað tækifæri til að segja nokkur orð ef hann óskar eftir. Gerðu svo vel, Hjörtur. Fundarstjóri, góðir Fáksfélagar, Hjörtur Bergstað heiti ég og ég hef verið í hestabifreiðum Fáki samrætt með helming aðeiminnar. Ég gekk fyrst í félagið 1980. Hjörtur, haltu mikrofónum aðeins ofar? Ég kann ekki að tala svona. En ég held nú bara að stórum áfanga hefur verið náð bara að náðu grönnum samanhengið í kvöld og ég vissi bara alltaf að það væri tilhörð svo mikið að félaginu, þannig að ég veist bara þessi stór sigur unnið bara nú þegar að hafa fengið röllinu þess að koma. En ástæða þess að ég kveð mér hérna ljós eins og komið fram að ég hef ákveðið að bjóða mig fram til formanns félagsins. Þetta ákvað ég að vera aðtöguðu máli og eftir að fjöldi Fáksfélaga sem hafa starfað ég sem formenn, nefndarmenn, stjórnarmenn, var á hinn almenni félagsmaður, hefur talað við mig. Það ákvað ég að bróða mig fram í embættið. Mér er bara ljúft og skylt að verða við þeirra áskorun Fáksmanna og ég er tilbúinn að leggja því til starfskrafta mína fá ég brautargengi til þessi kvöld. Á þessu stigi málsins er rétt að ég taki það fram að ég er ekki að gefa kost á mér til formannsembættis til að þjóna einhverjum hagsmunum, óskilgrindra sérhagsmuna eða gæðingum innan félagsins heldur býðum við fram til þess að þjóna Fáksfélögum öllum. Og ekki síst æskufélagsins sem bar upp þessa ágæta stórsýningu liðna helgi. Ég hóf að stunda hestamennsku af fullir alvöru upp á 1980. Ég starfaði með hann sem hirðir í félaginu vetrarpart 1983. Þá voru gamans að geta yfir 400 hestar á húsi hjá félaginu en þeir eru bara 15 í dag. Ég hef lengi haft mikinn áhuga á félagsstörfum hestamanna. Starfaði með annars í aðalstjórn Fáks frá 1992 til 2000, sat fyrir hönd Fáks í stjórn reiðhallarinnar þegar unnið var því að klára húsið. Á þessum tíma voru tillögur í mótun uppbyggingu á hesthúsi við reiðhallina. Hesthústekningar eru svo til í valda til næstu stjórnar, þannig að það má segja að hesthús við reiðhallina hafi verið á teikniborðinu við í 10 ár. Þannig að það er ekkert nýtt í sjálfum sér að þessi umræðum að byggja hesthús. Ég var í stjórn meistaradeildar VÍS í nokkur ár. Þar kom ég á samning við RÚV að sýna frá deildinni í sjónvarpinu og þar með var tekið stórt skref að mínu áliti til að auka sýnileika hestamennskunnar á Íslandi og vekja áhuga hjá nýjum virkundum á hestamennsku. Ég til að Fákur, sem stærsta hestamannafélag á landinu, með góða tengingu félagsmanna við stærstu fjölmiðla landsins, að taka frumkvæði á þessu sviði og vera í fararbroddi til að nýta sér ljósakamiðla til þess að ýta undir áhuga á hestaíþróttinni og auka þannig nýliðun. Vegna tímabundins heilsubrests míns þá hef ég lítið getað sinnt hugðarefnum mínum tengdar hestamennsku nokkur ár. Ég hef nú blessunarlega náð aftur heilsu og fullri starfsorku og þegar ég er tilbúinn að bjóða aftur frá krafta mína til að vinna fyrir einhver Fáksmenn. Heilsubrestur og veikindi móta menn. Í mínu tilfelli þá hefur það kennt mér að forgangsraða hlutunum öðruvísi en áður. Og það er að setja fjölskylduna í fyrsta sæti. Enda þegar á hólminu komið það fjölskyldan, vinurinn, það verðmasta sem var á. Það verður eitt af mínum eigin markmiðum hljóti ég breytingengi hér í kvöld að Fákur hlúi að Fáksfjölskyldinni þó að þarfir félagana séu misjafnar en það voru félagarnir alltaf í fyrirrúmi. Við kona mín, börn okkar og foreldrar erum öll miklu Fáksmenn og höfum unnið hag félagsins með margvíslegum hætti. Framboð mitt ber ekki að skilja sem svo að ég telji að allt sem hefur verið gert á vegum félagsins sé slæmt eða illa gert. Margt gott hefur verið gert á liðnum árum. Og sérstaklega þegar Fáksfélagar taka höndum saman og vinna sem ein heild eins og var gert síðastliðið sumar
fyrir landsmótið sem var glæsilegasta í alla staði. Eitt af meginmarkmiðum mín með framboði mínu að ég tel við geta ná árangri við að virkja félagsmenn til góðra verka. Eins og kannski sést í kvöld. Hér fullt af fólki sem tilbúið að starfa fyrir félagi. Til að viðhalda fáksvæðinu og stuðla að aukinni uppbyggingu að það fákur að vera í fararbroddi að varða mótahald. Eins og sannast með glæsilegu landsmótum 2000 og 2012 sem mörkuðu mikil þáttaskil í framkvæmd landsmótana. Sama á við önnur mót, til dæmis gullmót sem haldið verið í sumar sem úrtaka fyrir HM. Sem ég vona að verða okkur öllum til sóma. En allt kostar þetta undirbúning og fákur má ekki við því að mæta illa undirbúin til leiks. Eins og þegar við sóttum mót, eins og gerði síðastliðið haust á landsþinginu, þegar umsvang fólks Íslandsmót fullorðinna og Íslandsmót barna var hafnað. Það megum við ekki láta gerast. Þau mál sem brenna helst á okkur og áreiðandi að fákur gerir þjónustusamning við Reykjavíkurborg og IDR rekstur svæðisins og rekstur fáks og Reyðarfjörðum. Það getur slaus samningur í dag Reyðarfjörðum. Rekstur viðhald svæðisins í heild sinni, þar með talið viðhald og hreinsun reiðvöða, viðhald keppnisvella og annar íþróttamarki á svæðinu, þar með talið reiðvöld félag sem er í gatnakerfi og annar umhverfi eins og hefur komið fram hér í máli fólks. Hvammsvöllurinn er aðal keppnisvöldu fáks og gegnir hlutverki hestíþróttavallar. Afar áríðandi að fundin verði framtíðarlausn á dýraspítalanum við Brekknahús 9, kalla hérna áðan súpueldhús, þannig að húsnæðið og lóðinn verði í framtíðareigu hestamannafélagsins fáks. Það er ekki hægt að einn maður geti haft það í hendi sér að við getum haldið skeiðkappreiðar eða mót á vellum eins og þetta er í dag. Það er bara gengur engan veginn upp. Ég tel áreiðandi að leita verið til aðkomu Reykjavíkurborgar að lausna þessa máls. Koma það lagi á kerrumálin. Hér eru kerrur sem eru búin að standa hérna í mörg ár og enginn veit grá eða verið skoðaðar. Það líka að gera átak í auglýsingasölu í Reyðarfirði. Ég fór á annars ágæta sýningu helgina og þar voru 3 auglýsingar í Reyðarfirði. Og það er nú hlutur sem er nú verkt að óblæður akkur að ná í pening. Stefna þeirra því að mótahaldið sé rekið með hagnaði, en ekki eins og síðasta árið þar sem að við sýndist milljónum tap ára eftir móta á árinu. Það gengur bara heldur ekki upp. Einnig þarf að stuðla því að efla tengingu við félagsmenn fáks upp í Almannadal. Kæru fáksmenn, ég óska eftir brautagengi ykkar hér í kvöld til að fá að gegna formennsku í hestamannafélaginu okkar fáki. Sameinast nú öllum að efla félagið til góðra verka. Takk fyrir mig. Við þökkum Hildi fyrir og þá tekur máls hinn frambjóðandinn Rúnar Sigurðsson. Gjörðu svo vel. Já, góðu fáksfélagar. Nú er mikið undir og stór spurt. En við langaði aðeins að fara yfir ræðu mína þó sumt að ég hef komið kannski fram áður, en það er þú að vera. Hestamannafélagið Fákur er núna 90 ára þessa mundir. Margt hefur gerst á langur ævi fáks. Margir hafa lagt hönd á plóginn gegnum tíðina. Við verðum ekki hér í dag með þetta sterka og öfluga félag, ekki verður öfluga félagsmenn sem börðust fyrir tilverurétti félagsins. Margir hafa verið gott starf fyrir félagið, aðrir hafa lagt í búnað en einhver aðra styrki eftir aðstæðum og efnum hvers og eins. Ég leyfi mér að byrja á því að þakka félagsmönnum fyrir þeirra framlag til fáks. Og þeirra væri ekki til. Margir mæti félagsmönnum fallið frá, verða okkar hlutverk að halda minningu þeirra á lofti með áframhaldandi vinnu og framtíðarsýn.
Sem dæmi er félagsheimilið okkar byggt eingöngu upp að sjálfstæðlega starfi Fáks. Mikið og gott starf var hér unnið og ég hef marga góða sögur af þeirri uppbyggingu þegar félagsmenn mættu til starfa og kvennadeildin sá ekki bara að læra mannskapinn, heldur líka að afla peninga til að byggja fyrir. Starfið í Fák er mestallt unnið sjálfboðavinnu og gert til gamans. Því er mikilvægt að við gleymum ekki þeim ungmennafélagsanda sem alltaf þarf að vera til staðar og á sama tíma þurfum við að huga vel að fjárhagslegum grundvelli félagsins og varðveita eigur þess. Nú síðast á laugardaginn var stórglæsileg sýning okkar Fáksmanna í Reiðhöllinni. Við getum verið stolt af henni og við nota tækifærið og þakka þeim hjónu Sævari og Rækja fyrir þeirra þátt. Einnig vil ég þakka Drífu Daniels fyrir fallega skreytingar af fólki og umhverfi, frábært starf og okkur til sóma. Við höfum heldur ekki gleyma þeirri fjölbreyttu starfsemi sem er í dalnum. Og á félagssvæði Fáks starfa rúmlega 40 manns sem hafa lífsviðurværi sitt af starfseminni. 40 manns. Það eru því mikli hagsmunir í húfi. Ekki að gleyma námskeiðahaldi hinum almenna reiðmanni, hvort maður vill bara koma í dalinn og ríða út eða sækja frekar þjónustu til félagsins. Uppbygging og framtíðarhugsun þarf að alltaf vera til staðar. En á sama tíma má ekki gleyma félagsandanum. Hvort sig er mjög mikilvægt og þarf að vera skilningur á að hvoru tveggja þarf sinn tíma. Í raun er Fákur meðalstórt fyrirtæki í Reykjavík. Við 1300 félagsmönnum og fjölbreytta starfsemi. Hlutur stjórnar er að skipuleggja þetta starf og tryggja að hagsmunir félagsins og allra félagsmanna séu varðveittir. Fjárhagsstaða félagsins er mjög mikilvæg og þekkja þeir sem eldri eru, það er ekki alltaf verið raunin en svo að sé. Nú stöndum við á sterkum grunni, eru fjárhagslega sjálfstæð, það eru engar langtíma skuldir á félaginu, félag á eignir í banka, sterkar efnahag og það ber að varðveita. Ég er ekki gamall félagsmaður í Fáki. Það er síðan 10 ár sem ég hóf mína hestamennsku og var ég þar svo þess áður kom fram heppinn að þau hjónin Kitt og Drífa drógu mig og Kolbrún konu mína út í hestamennskuna. Fyrir það vil ég þakka og ég væri ekki hér í dag nema þeirra tilstöðan. Félagsandi. Í svona stóru félag sem Fákur er ekki auðvelt að uppfylla óskir og þarfir allra. En stjórnin hefur undanfarið reynt að huga þörfum flestra. Má það nefna atvinnumennina, æskuna og börnin okkar, hinn almenna félagsmann og síðan henni ýmsu hópar sem óskar til kennslu og styttri og lengri námskeiðum og hestaförnum lengri eða styttri. Margir vilja njóta hestsins í íslenskri náttúru í hestaferðum. En í grunninn megum við ekki gleyma félagsandanum að hitta mann og annan og að vinna saman að skemmtilegu verkefnum. Hvort sem er að halda vetrarleika, firmakeppni, líflandsmót, barkaramót eða stórumót eins og Reykjavíkurmeistaramótið með 600 skráningum, hestaferðum í góðra vinna hópi og við talum ekki landsmót með öllu því sem fylgir. Við reiknast til að sjá til 120 atburðir, fundir og uppákomur sem eru á vegum félagsins á hverju ári. 120 atburðir. Þó svo mest að þið ferði fram á fyrstu 7-8 mánuðum árs hvers. Stóru málun undanfarið. Það er ljóst að stóru málin hafa verið í Fáki á markastað okkur stóru málum. Það er fyrst að nefna landsmótið. Það er ekki lítið mál að hafa klárað þau mál fjárhagslega og margir halda að svo hafi verið. Ég vil nota tækifæri að þakka fulltrúum LH fyrir þeirra samstarf. Einnig vil ég þakka fulltrúum Reykjavíkurborgar fyrir mikið og gott samstarf án hennar framlands fyrir þetta ekki verið framkvæmanlegt. Fasteignaskattur á hesthús á Íslandi var mál sem búið að vera í vinnslu í mörg ár, bæði hjá LH og einstökum hestamannafélögum. Fákur tók málið að sér og kláraði það með aðstoð góðra fáksmanna. Margir auðvitað hafa hönd á plóg og það ber að þakka. Fullnaði sigur vannst og var lögum frá Alþingi breytt öllum hesthúseigendum til hagsbóta.
Heiðmörkin eitt dæmi sem hefur verið í vinnslu og vannst áfangasigur í því máli. Ætlun Orkuveitu Reykjavíkur er ekki lengur að úthýsa hestamönnum úr heiðmörkinni. Að þessu verkefni komu nokkur öflugir hestamenn á Suðvesturhorninu og unnu frábært starf undir stjórn fáksmanna. Gaman var að vera á ráðstefnunni hjá Orkuveitu Reykjavíkur og heyra jákvæðan tón frá stjórn Orkuveitunar í okkar garð. Áfangasigur er unnin. Ég vil ekki fara að rekja einstökum mál sem hefur unnið yfir að undanfarin ár, en leyfa mér að benda á bækling sem var gefin út fyrir þennan fund. Ég vil taka skýrt fram að svona mikið starf ræðist ekki af verkum eins manns. Það koma margir að og vil ég þakka frábærum starfsspilum í stjórn og framlegið þeirra og sé eftir með söknuði þeim Ylfu og Helgu úr stjórninni sem nú eru að hætta. Framtíðin. Mörg stórmál bíða okkar nú og mikilvægt er að huga að áframhaldandi uppbyggingu félagsins. Brautin mörkuð við undirbúningsvinnu fjölmargra fáksmanna allt frá vordugur 2011 erum komið saman að 8 manna fundi og ræddum málefni félagsins á svokölluðum framtíðarfundi. Mörg stór mál var þar rædd. Ætla ekki nefna það hér en leyfi mér aftur að benda bækling sem ég gefur nú út fyrir aðalfund. Ber þó að nefna nokkur mál sem eru stór og skipta okkur verulegu máli. Nýtt deiliskipulag á svæðinu, en beðið eftir fjárveitingu frá Reykjavíkurborg með að það hefði þá vinnu. Yfirbyggð skjólgerð í Faxabóli og annað í Víðidal. Unnið að því að gera lítinn sal þar sem áður var skrifstofa félagsins í félagsheimilinu frammi í samstarfi við Kvennadeild. Ætlunin er að efla enn frekar innanstörf félagsins og mikilvægt er að ná sáttum þeirra nú deila störfum inn fyrir félagið. Mun ég leggja mikla mörkum til þess að vel taki til í þeim efnum. Nokkrar grunnreglur sem ég vil hafa í heiðri. Mér finnst félagsmenn þurfa að virða þær grunnreglur sem ég vil núna nefna. Huga þarf að því að rétt hvers einstakt félag er eins. Allir félagsmenn jafnir. Engin einn eða hópur fyrir rétt fram yfir hinn. Á sama tíma þarf að huga því að virða og skilja þarf hvers hóps fyrir sig. Ef starfsemi á svæðinu nýtir eigur félagsins þannig að kostnaður hljótist af þarf að koma til greiðsla frá þeim aðra sem tryggir hagsmuni félagsmanna og þeir þurfi ekki að greiða með starfseminni en þó frekar útlána kostnað greiddan. Félagið ber ekki heldur neina áhættu eða hlýst getur að starfseminni. Gera þessi skriflegu samningum milli aðila afnot á svæðinu þar sem hagsmunir fáks séu varðir. Við þurfum líka að virða eitthvað annan. Framkoma og umtalið félagsmenn þarf að vera kurteis og okkur sambúðir. Við þurfum að venja okkur á að tala uppbyggilega hvort annað og á jákvæðan hátt. Að vera í félagi fáki á að vera krafa á félagsmenn, starfsmenn og alla þá að vinna fyrir félagið að bera virðingu hvort fyrir öðru. Umgengnu svæðið á að vera til fyrirmyndar. Hvort þeir að tína upp rusl eða ganga vel eigur eða svæði félagsins. Það er eitthvað sem allir ættu að huga vel að. Formannskjör. Ég hef nú undanfarið spurninga af hverju ég vil halda áfram sem formaður fáks. Fyrir líka nokkrar ástæður. Í fyrsta lagi. Ég tók þetta verkefni að mér og finnst mér að við séum út í miðri á í verkefnum okkar. Eins og við vitum skiptum við ekki hest í miðri á. Númer 2. Ég hef áhuga á fáki sem félagi og vil halda áfram að byggja upp það sem aðrir skildu við og hafa unnið að síðan 90 ár. Þegar ég mörgum verkum ólokið og vísi bæklingin sem var gefin út fyrir aðalfund með frekari útlistun á því. Aðskilur starfið með hugleiki og vil ég finna leið til þess að efla þátttöku bæði stráka og stelpna í hestamennskunni. En ljóst er að strákum fer fækkandi í hestamennskunni. Við höfum mikinn áhuga á, að efla til muna nýliðun í félaginu. En samstarfi við Reykjavíkurborg og finni ég stuðning frá þeim við framtíðarsýn okkar. Við þurfum að opna leið til þess að fleiri geti stunda hestamennsku bæði ungir og gamlir. 7. liður. Ég hef það eina markmið að vera í hagsmunum fáks
og allra félagsmanna og meðan ég formaður félagsins mun ég gera það eins og ég tel best og sannfæring mín býður upp á. Sem betur fyrir hef ég fundið mikið stuðning og þakklæti fyrir mín störf hjá mörgum fólksmönnum og fyrir það ég þakklátur. En jafnframt veit ég að ákveðin hópur fólksmanna hefur verið ósáttur við hvernig ég hef nálgast ákveðin viðhorfsefni. Ég hef aðeins haft eitt að leiðarljósi í þessu störfum mínum. Það er að vinna fullum heilindum fyrir fólk. Ef ég einhvers staðar stuða ákveðin aðra, þá var það ekki með vilja gert. Ef ég hlýt brautargengi til að vera formaður áfram, verður það áskorun fyrir mig og stjórnina að ná sáttum þannig að allir getur orðið sáttir á nýjan leik. Formenn koma og fara. Þannig að meðan ég hef áhuga á þessu starfi og félagsmenn veita mér brautargengi, vil ég halda áfram sem braut og mörkuðu verið. Ég vil hvetja alla til að kjósa eftir eigin sannfæringu og það sem þeir telja félaginu fyrir bestu. Ég vil taka niðurstöðu kosningarnar með auðmýkt á hvorni veginn sem hún fer. Fyrst og fremst er ég félagi í fangi og hefur gaman hestamennskunni á minn hátt. Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem hafa stutt mig þessari baráttu fyrir hjálpina og vona að lokum að hagsmunum félagsmanna og fáks verði vel varið til framtíðar. Hver sem verði formaður fáks eftir formannskjör. Þau getum báðir verið stoltir og eftir. Ég veit nú að tækja fyrir að þakka þeim Jón, Finni og Dóru fyrir samstarfið á liðnu ári. Þau vinna oft mjög erfitt og vandræðast starf. En að mínu áliti hafi staðið sig vel fyrir félagið og félagsmenn og við það ber að þakka. Ég vil líka nota þeim fjölmörgu sem kom hingað í kvöld fyrir að láta þessi hagsmuni félagsins varða. Nýskráningar í félagið í dag eða nú síðustu 2 daga að verið yfir 30 og það er svona best að formannskjör 6 mánaða fresti. Það sýnir bara sem margir ekki vantur félag og hagsmunum þessu séu varðir. Við erum fáksmenn og við erum að vinna hagsmunum fáks í hvívetna þá að vera eina markmið okkar allra. Takk fyrir. Atkvæði greiddu 321. Klöppum við því. Auðir og ógildir voru 7. Hjörtur Bergstad hlaut 188 atkvæði og Rúnar Sigurðsson 126. Ég lýsi því Hjört Bergstad réttkjörinn formann félagsins til næsta árs. Góðir félagsmenn, ég ætla að byrja því að þakka fyrir þetta kjör og ég ætla enn og aftur að segja að það er gaman að sjá ykkur öll í kvöld og ég held að það verði mitt fyrsta verk að það er að ná okkur öllum saman og ég held að við þurfum öll að hafa það að leiðarljósi að vinna saman og leggja núna niður þessar deilur sem hafa verið hérna því að það er ekki félaginu til hagsbóta og það ætla ég að reyna að gera og ég ætla að vona að Rúnar aðstoði mig í því að einhverju veiti að sinna störfum fyrir hönd félagsins því að eins og hann hefur lýst í ræðu og reyti að þá ber hann hagsmuni félagsins að leiðarljósi eins og ég. Þannig að hérna ég ætla bara að þakka fyrir mig og hérna og bara þakka ykkur enn aftur fyrir og þetta er nóg að verkja að vinna og ég ætla bara að vona að ég reynist ykkur vel. Takk.
Góðu fáksfélagar, til hamingju með nýjan formann og skoðum til undir hamingju með starfið og hann gangi allt í haginn. Þetta er bara lýðræðið, svona virkar það og ég þakka fyrir mitt tæp 2 ár sem starfandi formaður, vona allt gangi vel og óskar alls besta í framtíðinni. Það er mikið starf fyrir höndum og vona allt gangi bara vel og vona að allir verið sátti með þessa niðurstöðu. Takk fyrir. Það er hjálpið til hamingju með kjörið. Takk fyrir það. Það er svona ein spurning bara, ég veit ótaf býta þér. Hvað er fyrsta verkið þitt sem formaður Fáks? Nú að fagna bara og svo höfðustu handaði. Við erum bara að samina og nýta krafta þessara 310 aðila sem mætti fundin í kvöld. Og að þjappa hópum saman með mér? Já, það hlýtur að vera markmið félagsins að við vinnum saman. Er eitthvað eitt sem að liggur þér á hjarta sem þú vilt laga? Það er uppið margt sem þarf að laga. Ég er nú bara ekki alveg stakk búin til þess. Við þurfum bara að hlúa að æsku félagsins og bara félagsmönnum öllum. Til hamingju með kjörið. Takk fyrir það, Fjölnir.